Drottinn, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist, Guð minn kær. Alltaf þú ert eins í dag sem í gær og alla tíð. Lof þitt trúfast reist þér á, tryggir mín framtíð, Guð þér hjá. Örugga bjarg, alvaldi Guð, ég elska þig. Raunin lífsins reyna á, líka hjálp mun ég fá þér hjá. Og ég veit þú munt aldrei bregðast mér. Stormar lífsins steðja á, styrktu mig svo ég standist á. Góði hirði, ég get falið þér. Jafnvel dag sem dimma nótt, felur þér hjá mér svo mér ótt. Drottinn, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist, Guð minn kær. Alltaf þú ert eins í dag sem í gær og alla tíð. Lof þitt trúfast reist þér á, tryggir mín framtíð, Guð þér hjá. Örugga bjarg, alvaldi Guð, ég elska þig. Raunin lífsins reyna á, líka hjálp mun ég fá þér hjá. Og ég veit þú munt aldrei bregðast mér. Stormar lífsins steðja á, styrktu mig svo ég standist á. Góði hirði, ég get mig falið þér. Jafnvel dag sem dimma nótt, felur þér hjá mér svo mér ótt. Drottinn, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist, Guð minn kær. Alltaf þú ert eins í dag sem í gær og alla tíð. Lof þitt trúfast reist þér á, tryggir mín framtíð, Guð þér hjá. Örugga bjarg, alvaldi Guð, ég elska þig. Drottinn, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist, Guð minn kær. Alltaf þú ert eins í dag sem í gær og alla tíð. Lof þitt trúfast reist þér á, tryggir mín framtíð, Guð þér hjá. Örugga bjarg, alvaldi Guð, ég elska þig. Halleluja. Þvílík fyrir sem að veigum. Drottinn, þú ert mér ætíð hjá. Aldrei þú breytist. Það er svo margt sem breytist í kringum okkur. Hann breytist aldrei. Svo yndist þetta mega að syngja þessi fyrirheiti Guðs. Þennan sannleika úr orði Guðs. Drottinn er óumbreytanlegur í öllum þessum kringumstæðum þar sem að allir hlutir virðast breytast. Svo við eigum Drottinn sem er þessi öryggi klettur í lífi okkar. Amen. Velkomin á samkomu Fíladelfíu. Og mér langar að þið
bjóði kannski nokkra velkomni í kringum ykkur. Segði bara Drottinn bless ykkur, gaman að sjá þig. Við syngja sálm sem hefur með tema þessa mánaðar að gera. Það að lifa í andanum, halda áfram að starfa. Við vorum að tala það í maímánuði, að lifa í krafti heilags anda, og við höldum áfram þessu tema. Við erum nýkomin frá hvítasunnudegi og við ætlum að syngja sálminn Línu Sandel við textan hans Ásmundar Eiríkssonar. Þetta er ekki þýðing, þetta er bara orginal texti. Gef mér drekka Guð af þínum lindum, og tökum vel undir og syngjum með. Gef mér drekka Guð af þínum lindum, gef mér andans hvíta sunnudag, sólin yfir Síon fögru tindum, send mér fylling þína afeitra. Víta mig í duftið vilja beygja, Drottinn taktu allt mig sjálf í mun. Hver ég allt við krossinn vil ég þreyja, Kristur gerðu vosk úr þinni jörð. Þótt það kosti þrefalt fórnir meiri, það skal látið en þú gefur mér. Andans líf og andans gjafir fleiri, á altarið Guð ég legg mig hér. Fyrir veit þín Faðir eru gefin, finnast mér aldrei loforð þín. Hjartað trúir hrekkur burtu efinn, heilags anda gjöfin til mín. Gef mér drekka Guð af þínum lindum, gef mér andans hvíta sunnudag, send mér ferskan svip af þínum vindum, svo ég öðlist fleiri trúarbragð. Brjóst mitt sleppur blessun þinni móti, barnið þráir drykk svala þín. Djörf og sól og dýpra líf ég hljósti, Drottinn skýrði fylling þinni lífs. Brjóst mitt sleppur blessun þinni móti, barnið þráir drykk svala þín. Djörf og sól og dýpra líf ég hljósti, Drottinn skýrði fylling þinni lífs. Amen. Gott að sjá ykkur öll í dag. Gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Mér langar að byrja á því að óska öllum sjómönnum til hamingju með daginn. Er einhverju sjómenn þetta? Það er allavega einn eða tveir. Innilega til hamingju og með daginn. Ég er sjálfur landkrabbi í báðar ættir. Lítið verið á sem ég fær einn dag á sjóinn.
Og það einn versti dagur lífs míns. Ég var svo hrikalega veikur og eftir þann dag bara hugsaði ég þið megi eiga sjómannaafsláttinn, bara hvað sem viljið, fyrst þið eru tilbúin að gera þetta. Guð blessi ykkur sjómenn, við erum þakklátt fyrir ykkur og haldið áfram að koma með björg í bú fyrir þjóðin okkar. Í gær var vinnudagur hér í kirkjunni. Fullt af fólki mætti og áttum frábæran dag í að vinna og taka lóðin okkar og húsið í gegn. Og það var mikið sem áorkaðist og það er svo mikið kraftur í því þegar við komum saman og gerum hlutana saman. Og tökum til og látum hendur standa fram úr ermum. Góðu fréttirnar eru þær að það er nóg eftir. Þannig að ef ykkur hugsa bara, hvernig minnst ég þessu? Að þá bara talið við okkur og við finnum verkefni fyrir ykkur. Ekki vandamálið. Og ég held að í svona húsi verða verkefnin aldrei búin. Þau eru algjörlega endalaus og við þurfum að, fyrir utan þar sem við þurfum að gera þessa milli, þá stefnum við að hafa annan svona vinnudag núna í haust þegar við byrjum aftur. Ok, í þessu mánuði erum við að fara af stað með nýja seríu og hún heitir Eins og andinn gefur að mæla. Og þetta er smá orðalegur, bara svo við vitið það. Þetta er ekki alveg ein ákveðin sería, heldur er þetta eins og andinn gefur hverjum og einum að mæla fyrir þá predikun. Þannig að það er mjög spennandi. Við erum búin að fá einvala lið til að tala hér í sumar og einvala hópa fólki og við treystum því að Guð gefi þeim stórkostlegt orð að mæla fyrir okkur. Heyri ég af með hann. Andinn tala til okkar. Það er mjög spennandi að heyra hvað það verður. Og Signý ætlar að tala til okkar í dag. Og það er frábært að heyra í henni. Eins og mörg ykkur að vita að þá, núna í þar síðustu viku, þá lést trúbróður okkar, trúarhetja, hann Daniel Glatt. Og mjög margir þekkja Daniel Glatt, annarkvort úr þessu starfi eða bara af því að búa á Íslandi. Vegna þess að Daniel fór og hann heimsótti landið okkar, hann fór á sveitabæina, á sínu tíma þá fór hann á hvern einasta sveitabæ á Íslandi. Og voru þeir þá talsvert fleiri þá heldur en í dag. Og hann fór og sagði frá Jesú, hélt samkomur, seldi kristilegt dót og gaf rit og sáði gríðarlega í hjörtu margra. Og þetta er trúarhetja sem við ætlum að kveðja hér í Fíladelfíu á morgun klukkan 1. Og ég hvet ykkur til þess að mæta og kveðja hann, þennan mann. Þeir sem að Fíladelfíu ætlar að sjá veitingarnar og jarðarferðina og þeir sem að vilja taka þátt í að baka og hafa ekki ennþá látið vita að þeir með að gjarna tala við hann Hafliða eftir stunduna. Nú, í lok þessa mánaðar er sumarmót á Ísafirði. Er eitthvað búin að heyra af því? Hafið heyrt að það er sumarmót? Já, við höfum minnst á nokkru sinnum. Og enn og aftur, bara láta ykkur vita, það er sumarmót, við ætlum að blessa Ísafjörð, við ætlum að vera með vinum okkar þar og styðja við kirkjuna þar þessa helgi. Og ég hvet ykkur til að mæta, ég hvet ykkur líka enn og aftur, biðjum fyrir stöðunum út á landi. Biðjum fyrir kirkjunu okkar, biðjum fyrir kirkjunum í borginni, en biðjum sérstaklega fyrir stöðunum út á landi, vegna þess að þar er oft erfitt. Það er oft fáir, það er oft kannski 4, 5, 10, 15, þetta er rosalega fáir sem bera mikið, sem gera allt það sem að við hér erum 10 eða 100 að gera saman. Þannig að biðjum fyrir og blessum þessa staði og ef það er eitthvað sem að okkur finnst við að gera, hringja reglulega, fara reglulega, gefa fjármuni, blessa staðina, gerum það þá bara. Verum gefandi, umhyggjusamt fólk sem að styður ekki bara okkur sjálf, heldur styðjum út frá okkur. Og blessum þannig þessa staði. Nú ef Guð kallar okkur til að flytja á staðina, þá bara blessum við ykkur þangað. Og ég segi það bara með djörfung, vegna þess að við þráum að vera kirkja sem að blessar fólk frá okkur. Og ef Guð er búin að vekja upp þrá hjá þér, kannski mörg ár, að fara út á land og starfa þar, þá bara amen við því og við blessum ykkur þangað. Og allir líður sagði amen. Það er bara svona, það er frábært þegar við förum út. Formlegu barnastarfi er lokið fyrir veturinn, en í sumar, minnst okkur í júní og ágúst, að þá verður svona barnafjör eða barnagæsla. Og við mælumst til þess að þessi svona fyrst og fremst aldurinn kannski 3 til svona 7-8 ára sem er að koma þangað. En við viljum hafa þetta svona svo
foreldrar geti haldið áfram að koma með börni sín. Og það verður rosa fjör, nokkrir aðilar sem hafa tekið það sér. Núna í vikunni að þá var mót upp í kirkjulægkvoti sem heitir History Makers. Og þar voru nokkrir Íslendingar, krakkar úr þessari kirkju og öðrum kirkjum, ásamt Bretum aðalega held ég, sem að voru að læra, fá svona leiðtogaþjálfu varðandi trú og kristniboð og frábæra hlut. Og við erum með einn af þessum Bretum sem heitir Martin Durham og hann ætlar að koma og segja nokkur orð við okkur. Martin, please come. Thank you. Go the Dian. No. Good day. Good day. Thank you. It's wonderful to be with you this morning. Stórkostlegt að fá að vera með ykkur þennan morguninn. The family of God is amazing, isn't it? Fjölskylda Guðs er alveg stórkostleg. Amen. Amen. No matter where we are from, Sama hvaðan við erum, as we put our trust in þegar Jesus, við setjum traust okkar á Jesú, as we surrender all to Him as our Lord and Savior, þegar við gefum honum allt sem drottinn okkar og frelsari, we are bound together as sisters and brothers þá erum in við tengd Christ. saman sem bræður og systur í Kristi. And that's unique in the Og world. það er algjörlega einstakt í heiminum. Amen. Amen. So my name is Martin Durham. En ég heiti Martin Durham, I'm from London. ég er frá London. I'm here with the team, actually, as we've been going through History Makers this week. Og ég er með hóp sem að við verðum að fara í gegnum History Makers námskeiðið. I just want to ask the team that are here if they would Og stand. ég vil beða hópinn sem er Yeah. hér til þess að standa upp. It is a bigger team than this. Það er But stærri hópur en þetta. there are some that have moved to different parts of the city. En það eru aðrir sem hafa farið á ólíka staði hérna í borginni. History Makers is part of a ministry known as the International Leadership Institute. History Makers er hluti af starri þjónustu sem að what's it called? International Leadership Institute. Já, alþjóðleg leiðtogastofnun. And I particularly want to acknowledge Joy Griffin, Mrs. Joy Griffin, Mér langar að segja, nefna sérstaklega Joy Griffin, who is one of the co-founders of the ministry. sem er einn af þeim sem byrjuði þjónustuna. So this is Joy. Þetta er Joy, Yeah. hún er þarna. It's a global ministry, leadership ministry, Þetta er alþjóðleg þjónusta. that is happening in History Makers. It's happening in over 50 countries in the world. Og History Makers er sér staði yfir 50 þjóðum heimsins. One of the key verses which helps to sum up History Makers is found in 2 Timothy chapter 2 and verse 2. Eitt af aðal versunum sem við vinnum út frá er í öðru Tímóteusbréfi, öðrum kafla og versi 2. This is where the apostle Paul is writing to Timothy. Og þetta er það sem postulinn Páll er að skrifa til Tímóteusar. So chapter 2 of 2 Timothy and verse 2. Annar kafli í öðru Tímóteusbréfi og versi 2. And the things that you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist skalt þú fá í hendur trúumönnum sem líka munu færir að kenna öðrum. And this is what History Makers is about. Og þetta er það sem að History Makers fjalla Our desire is to help train and equip young leaders Okkar þrá er hjálpa að þjálfa upp og gera reiðubúna unga leiðtoga for effective Christian leadership in this 21st century context. fyrir að vera áhrifríkir kristni leiðtogar í samhengi 21. aldarinnar. But not just equip these leaders, En ekki bara gera þessa leiðtoga reiðubúna, but equip them so they would invest in others. heldur en að þjálfa það til þess að fjárfesta síðan í öðrum. And the underlying goal and the heart and the vision of History Og Makers markmið okkar og sín History Makers is that the gospel would accelerate, the spread of the gospel er að hraði útbreiðslu fagnaðarindis auki stöðulega. across Iceland, across Europe, across the world. Út yfir allt Ísland, yfir Evrópu og út allan heim. And it's been a great joy for us to be here this week, Og það hefur verið mikið gleði fyrir okkur að vera hérna þessa viku being among some of your young leaders and young leaders from different churches. og vera meðal ykkar ungu leiðtoga og ungum leiðtogum í öðrum kirkjum. And we spent a week
about an hour and a half outside of here. I forget the name of the place now, but you know. Kirkjulækjarkot. Very good. Við dvöldum viku í Pronounces it well, doesn't he? Kirkjulækjarkoti. Yeah. So we've been Góðan framburð. there for a week, and we've been exploring 8 biblical core values for leadership. Og við erum sem þar í viku við erum skoðað 8 svona grundvallar atriði fyrir það að vera leiðtogi út frá Biblíunni. In the context of spiritual formation and worship. Í samingi þess að byggjast upp andlega og lofgjörð. And it's been a tremendous week. Og það hefur verið frábær vika. But it's probably better if you hear from one or two who were at the History Það er Makers. auðvitað betra að þið heyri frá einum eða tveimur sem voru á History Makers. So let me invite my friends here to come and just share something of their Bjóða experience. vinum mínum að koma hérna og deila af sinni reynslu. Góðan daginn. Þegar Einar sagði mér frá History Makers þá sagði hann mér 5 dagar og ég var alveg bara 5 dagar, þetta er sumar, ég er að fara að vinna, ég get ekki verið að taka frá 5 dagar, ég er að fara að safna pening og svo staðurinn sem ég er að vinna, hann lokaði því hann er að stækka við sig, þannig að ég var ekki með neina vinnu og svo fekk ég styrk til þess að fara á námskeiði, þannig að ég bara ok, þá bara fer ég og svo í gær þegar við fórum heim, þá vorum við hópur, eða svona vinir mínir hópurinn sem við fórum, við vorum alltaf að segja takk fyrir helgina og þetta var eiginlega alla vikuna, var bara eitthvað þessi helgi og svo bara nei, þetta eru 5 dagar, við erum búin að vera hérna gæt lengi og já, ég bara það var svo ótrúlega mikið sem maður lærði, það var svo ótrúlega mikið sem maður bara snerti við manni. Ég er engin ein kennsla sem maður stendur upp úr, það er meira bara svona heildin og hvernig bara, þú veist, eins og við vinirnir, við erum miklu nánari og svo kynntist maður fullt af fólki frá útlöndum sem maður þekkti ekki neitt en það var svo ótrúlega mikill kærleikur á staðnum og bara til hvers annars og svo bara svona undirbúningur fyrir mig þar sem ég er að fara í leiðtogaskóla í haust út í útlöndum og þetta var bara svona, mér fannst þess að Guð væri bara svona þú áttir að fara hérna til þess að undirbúa þig og læra hluti sem þú getur notað síðan í haust og í rauninni þá var þetta bara svona í staðinn fyrir að græða peninga á þessar viku þá græddi ég fullt af bara reynslu, upplifun, vinum og bara svona ráðum fyrir framtíðina. I first met Einar in the UK last year. Ég hitti Einar fyrst í Bretlandi á síðast ári. Along with Inga, I don't know if Inga's here this morning, right at the back. And Inga right at the back. Inga and Einar were in the UK last year, and this is where the journey really started as they both came back from the UK. Og Inga og Einar voru í Bretlandi á námskeiðinu í síðast ári og þarna byrjaði þessi ferð þegar þau komu heim aftur. With the vision for History Makers here. Með þessa sýn fyrir History Makers. Amen, Guð er góður. Mér langar aðeins til að fara yfir svona, hvað gerist áður en þetta námskeið er haldið núna þessa vikuna. Við Inga voru beðin að fara til Bretlands á þetta námskeið úti og á 50-dagskvöldi úti þá fæ ég sýn yfir því að þetta námskeið þurfi að koma til landsins. Þetta sé brýn nauðsyn fyrir ungt fólk og fyrir bara framtíð landsins. Og þannig að við settum saman yndislegt lið með bara ólýsanlegt hversu allir voru tilbúinir að vera með í þessu með okkur. Svo fyrir við undirbúið þetta og fyrir við að auglýsa þetta og þá fáum við svona blauta tusku andliti, það ætlaði enginn að koma. En svo þess að Tinna segir, þú veist, hún var að vinna og fleiri sem að komi voru að vinna á þessum sama stað og staðnum var loka tímabundið þannig að þau mistu út þessa viku og koma og það eru fleiri sem að höfðu svipað sögu að segja. Það var einstaklingur sem var í biblíuskóla út í Svíþjóð sem að fekk orð á hana, hún kom heim að hún myndi fara á einhvers konar svona námskeið á Íslandi og það verið svo yndislegt að sjá þetta gerast fyrir framan augun og að Guð geti notað mann sem verkfæri til þess að þetta geti orðið að veruleika. Skálinn, hann er búin að vera rosalega framkvæmdir í skálanum, búið að rífa niður alla veggi og endurnýja öll herbergi og það kláraðist laugardags eftirmiddag og þú veist, og svo byrja mótið á sunnudegi. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá þetta gerast, bara hvernig Guð vinnur í gegnum fólk sem er tilbúið að vera verkfæri fyrir hann. Og ég er bara rosa þakkláttur fyrir
allt þetta fólk sem var með í þessu. Fengum 11 manns frá útlöndum, bæði Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar, til að koma og þjóna, og það sem skein í gegnum þetta fólk var bara kærleikur Kris. Þau voru tilbúin að gera allt fyrir hvort annað og bara, það var yndisleg vika og ég eignaðist vini sem ég eftir að þekkja alla ævi og bara rosalega þakkláttur fyrir að fá að vera partur af þessu. Amen, þetta frábært að heyra. Og svo gaman að sjá ungt fólk á meðal okkar rísa upp og verða leiðtogar taka ábyrgð í Guðs ríkinu. Og það eitthvað sem við sem kirkja viljum svo mikið fjárfesta í. Við viljum að halda áfram með samkomunum að taka fórn núna. Það margt sem þarf að gera. Það svo margt og það svo leiðilegt þegar peningar stoppa okkur og við skulum ekki láta þá stoppa okkur. Gefum ríkulega í Guðs ríki. Gefum ríkulega af því sem Guð hefur gefið okkur og fjárfestum í eitthvað sem allavega mér finnst þess virði að fjárfesta í og það Guðs ríki. Gefa þar inn í svo við getum haldið áfram, byggt upp og sótt fram í það sem að Guð hefur fyrir okkur. Mér langar að á meðan byrjum það þá ætla ég aðeins að biðja. Drottinn, ég þakka þér fyrir náð þína. Ég þakka fyrir að þú ert hér og ég þakka fyrir að við fáum að tilheyra þér, Jesús, og ég bið svo að gefa nærveru þína hér í dag. Drottinn, að fáum að upplifa anda þinn, Jesús. Og ég bið svo blessur okkur þegar við gefum inn í þitt ríki, Drottinn minn. Ég þakka fyrir að fáum að gefa með gleði og Drottinn ekki af nauðung heldur af fúsu hjarta, Drottinn, vegna þess að við þráum að sjá þitt ríki byggjast upp, Drottinn. Allt það sem að þú hefur fyrir okkur mætti það verða, Jesús. Við lofum þig og við þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Amen. Og í tilefni dagsins þá ætlum við að syngja sálm sem sjóferðasálmur eða tengist hafinu og sjónum og það ekki margir sjómenn í þessum hóp hér þannig að þau þekktu fæst þennan sálm þegar við vorum að byrja að fara yfir hann og æfa hann, en þetta einn af þessum yndislegu sálmum sem byrjar á þessum orðum: vort líf það sigling á æðandi öldum. Vort líf það sigling á æðandi öldum, á aldinni nótt gegnum boðan og skel, en áfram þó leiðin minn hiklaust höldum, og hjartkæri frelsarins lífsskjólinn svo örugg með öllum og suppað hans hjarta, því aldrei vor frelsarinn stýrir af leið, sé báturinn lakur og sperrekar falla, því bráðum á himnin þrotinn öll leið. Þó dimmt sé og kalt út á djúpinu tíðum, Guðs dýrmæta orðar var ljósi á sæ. Það léttir af ótta og angist að hrífum og umbreytir stormi í hæglátan blæ. Svo öruggt við öllum og suppað hans hjarta, því aldrei vor frelsari stýrir af leið, sé báturinn lakur og sperrekar falla, því bráðum á himnin þrotinn öll leið. Þótt stormurinn blásir og öldur
þýddi þennan texta var einmitt frá Ísafirði. Það var að tala mótið á Ísafirði og ég segi að hér Ísfirðingur sem að býr sem sagt fyrir vestan Ísafjörð talsvert, hann býr í Vancouver eða við Vancouver í Kanada. Indriði, velkomin til landsins, komin væntanlega til að taka þátt í mótinu. Það komið að krakkafjörunu fyrir krakkana sem eru hérna og skulum við ekki að rísa á fætur svo að það er auðveldara fyrir þau að ganga í það niður. Og við ætlum að halda það fram, við ætlum að fara í nýrra efni, en það fjallar samt hafið og storminn, yndislegu kór sem heitir Hljóður. Þegar hafið rís og stormur hvín. Þá getum við leitað til drottins í öllum kringumstæðum, en krakka, gjörðu svo vel og við höldum áfram að lofa drottinu og svo kemur Signý og gefur okkur orðið. Drottinn, þú megi gefa skjól fyrir þá sem að finna sig á erfiðum stað, Drottinn. Drottinn, þegar stormurinn blæs og þegar vindurinn hvín, Drottinn, þegar skjól virðist hvergi nærri, þá þú til staðar, Drottinn. Við viljum lofa og vegsama þig og lyftum þínu undursamlega nafni. Halleluja. Halleluja. Ó, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Hefur þú mig og gætir mig.
Svo yndist þetta mega gefa Drottni alla hluti. Gefa Guði stormana í lífi okkar. Gefa honum alla þessar hluti sem við erum að takast á og við finnum okkur vannmáttu gagnvart. Það sem skiptir þó meiru máli en allt annað er að við gefum Guði hjarta okkar. Við gefum honum það sem að slær og heldur lífinu gangandi. Við gefum honum hugsanir okkar, tilfinningar, allt sem að hefur áhrif á okkar daglega líf. Og við byggjum Drottinum að koma og mæta. Dóttir, ég gef þér hjarta mitt, ó Guð. Ég gef þér allt sem í mér er. Ég gef þér hjarta mitt, ó Guð. Ég gef þér allt sem í mér er. Sér hverja hugsun, hverja þrá, gef ég þér. Ég gef þér hjarta mitt, ó Guð. Ég gef þér allt sem í mér er. Sér hverja hugsun, hverja þrá, gef ég þér. Syngja fyrir 10 dögum síðan en hann kór sem við ætlum að syngja næst. Yndislega kvöldstund. Við á minningar tónleikum hann Andri Krauts. Þetta er eitt af þeim lögum sem að hann samdi á seinni árum og alltaf þessi sama brennandi löngun að missa aldrei af því sem að Guð væri að gefa. Og þessi meðvitund að allt sem að við gerum að það verður svo lítill slagkraftur í því ef að kraftur Guðs er ekki til staðar. Við höfum alveg ótrúlega margt í þessari kirkju sem við getum þakklátt fyrir. Einstaklingar sem eru hæfileikaríkir, fólk sem er tilbúið til að þjóna og gefa, en við erum öll meðvituð það að þessi kirkja hún lifir af því að kraftur Guðs mætir einstaklingum, af því að það er Guð sem að tendrar eldinn, það er Guð sem að mætir. Við ætlum að syngja þennan kór saman áður en að Signý kemur hérna upp. Er af himni kemur kraftur þinn. Þetta er líka bæn. Drottinn, sendu kraftinn inn í okkar lífi, inn í okkar kringumstæður, mættu okkur þar sem við erum. Amen. Tökum öll þátt. Er af himni kemur kraftur þinn. Er af himni kemur kraftur þinn.
vörðustæði hérna uppi þá myndi að segja tökum 3. versið aftur. Og við ætlum að gera það. Og það fjallar það ákveðna þessi löngun og þrá að kirkja Drottins megi vakna enn og ný og enn og aftur. Og við þurfum þessar bylgjuvakningar. Okkur dugar ekki vakning frumkirkjunnar. Hún fyrirmynd fyrir okkur. En hún var bylgjan fyrir frumkirkjuna. Okkur dugar ekki vakningin sem var í byrjun síðustu aldar þegar hvítasunhreyfingin fór af stað. Það var vakning fyrir þann tíma. Okkur dugar ekki vakningin sem kom þessari kirkju af stað, eða karismatísku hreyfingun af stað, eða 3. bylginni. Okkur dugar bara bylgjan sem kemur í dag, það sem Guð að gera í dag. Og Guð hinn sami. Við byrjuðum samkomuna á því að syngja að Drottinn breytist aldrei. Og við ætlum að syngja eignarlíðin. Eignarlíður færi lok þér. Andur helgar andar falla þér. Kirkjan leipir lendesinn vera. Vindi kemur kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Fylltu hjarta mitt. 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 Fylltu Halleluja. Blessa þitt nafn, Drottinn. Við lofum þitt nafn. Við lyftum við þínu nafni. Þú ert konung og Drottinn drottnanna. Halleluja. Það fyrir þinn kraft, Drottinn, sem við getum gengið inn í hvern nýjan dag, vitandi að þetta dagurinn sem þú hefur gjört. Drottinn, þessi dagur var ekki til af mistökum gærdagsins, af minningum sem liðnar eru. Hann verður til í gegnum það sem þú skapar, í gegnum það sem þú talar. Og Drottinn, þú talaðir og það varð. Og við biðjum, Drottinn, talaði í dag og megi það verða í lífi okkar, Drottinn. Að við förum ekki bara uppfyllt tilfinningarlega, Drottinn, að við höfum átt hérna samkomu í gleði og sameiningu. Drottinn, heldur að orðið þitt, það megi snerta hjarta okkar, það megi umbreyta lífi okkar í dag. Í dag, ekki í gær og ekki á morgun. Drottinn, það eru dagar sem við höfum ekki í hendi okkar, en við höfum daginn í dag. Og við biðjum þig að mæta, Drottinn. Við biðjum þig að fylla, við biðjum þig að blessa, Drottinn. Við biðjum þig að lækna. Að kraftur þinn megi koma til þess að vinna það verk sem við þurfum á að halda eitt og sérkvæmt okkar. Og sem að þú þráir að vinna í lífi okkar. Halleluja. Komi kraftur þinn. Syngju það einu sinni enn í þessari bæn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt. Halleluja. Halleluja. Í Jesú nafni. Halleluja. Gjörðu svo vel, Signý. Og meðan hún kemur upp og við göngum niður og setjumst, langar mig bara að minna ykkur á að kraftur Guðs ekki bara í tilfinningunum. Hann ekki bara í þessu háværa sem að gerist. Hann fyrst og fremst í umbreytingunum sem verður, sem við tökum með okkur. Þannig að þegar við förum hérna út, að þá erum við tilbúin til þess að gera og segja og vera það sem Guð hefur ætlað okkur að gera. Kraftur Guðs, hann okkur gefinn til þess að við getum verið góðir með hans allstaðar sem við erum. Og haltu nú áfram með þetta, Signý.
Amen. Yndislegt að vera hér í dag. Þetta mitt annað heimili. Elska þessa kirkju og yndislegt að vera hér. Til hamingju sjómenn, síðan Sigga hérna, ég veit að hann var sjómaður, kannski ennþá. Já, en sjómannskan mér í blóð borin, Aron. Bræður mínu stundu í sjóinn og pabbi og afi minn og frændur mínir og mikið sjómennsku í minni ætt. Og einhvern veginn gerði mér ekki grein fyrir að það væri sjómannadagurinn í dag, en ég var að hugsa það bara í gær þegar ég fattaði að það væri sjómannadagurinn að afi minn, hann lést á sjó á stríðsárunum og mér langar dálítið að segja þessa sögu hér í dag. Byrja á því að hún tengist því sem að mér langar að miðla með ykkur hér. En þannig var að mjög líklega talið að þýsk herflugvél hafi skotið niður bátinn sem hann var á stríðsárunum og þar fórust 3 eða 4, þar á meðal afi minn og svo tengdasonur hans. Og þetta gerðist í blíðskapa veðri og þetta var náttúrulega mikið reiðarslag fyrir fjölskylduna. En það sem gerðist fyrir 2 árum á undan mjög merkilegt. Það var þannig að Ásmundur Eiríksson sem var forstöðumaður hér í Fíladelfíu, hann var búsettur í Reykjavík en hafði dvalið í Vestmannaeyjum yfir jól, áramót og var þar ennþá á samkomu þegar það kemur boðskapur. Og þá kona sem stendur upp á bænastund og kemur með boðskap það að það neyðaróp á Austfjörðum og það kemur fram í boðskapnum að hann hafi heyrt andvörp og stunur sem að stíð upp til drottins. Og það einhver sem þarf að hjálpa að halda fyrir austan. Og Ásmundur Eiríksson, hann finnur að þetta til sín, að hann eigi að fara. Og hann knúinn til þess og hann þarf að fara með bát aftur til Reykjavíkur til þess að sækja töskurnar sínar og Þórhildur með og Þórhildur kveið mjög þessari ferð, það var vont í sjóinn og svo þurftum við að fara aftur til Vestmanni og svo sigla austur til þess að hlýða þessu kalli því það var neyðaróp að austan. Og svo fara þau og ég hveti ykkur ef þið hafið aðgang að æviminningum Ásmundar Eiríkssonar þá þetta í öðru bindin og þetta mjög ítalu frásögn og rauninni mjög merkileg og ég ætla ekki að fara út í öll smáatriðin, þau mjög merkileg og Ásmundur segir að þetta ein merkilegasta upplifun sem hann upplifði á trúargöngu sinni, hvernig þetta varð allt saman og hversu nákvæmur drottin var þegar hann var að kalla hann þarna austur. Nú hann fer og hann fer að halda samkomur, þau höfðu verið með starf þarna, haldið samkomur reglulega þarna fyrir austan á Norðfirði og síðan kemur þarna kona fram til fyrirbænar og hún frelsast og það amma mín. Og þá segir hún frá því nokkru dögum seinna að hún hafi verið í langan tíma með mikla bænaneið og mikil þyngsli yfir henni og hún var með svona syndaneið og hún þráði að fá frelsast, hún þráði að fá mæta Guði. Hún sagðist hafa gengið upp, farið á fætur áður en allir vöknuðu, labba hringinn í kringum húsið sitt og svona stunu upp til Guðs. Guð, sendu mér hjálp, sendu mér einhvern sem getur leitt mig til trúar. Og á þessum tíma þá kemur þessi boðskapur í Vestmannaeyjum. Og hún frelsar svo dýrlega og margir fylgdu hún á eftir. 2 árum seinna þá gerist þetta afi deyr. Hún átti 17 börn og amma. Og hún tekur hópinn sinn saman og segir, nú stöndum við frammi fyrir tvennu, annarkvort tvistrast hópurinn minn eða við stöndum saman og byggjum Guðum að hjálpa okkur og við gerum þetta saman í Guðs nafni. Og allur hópurinn sem stóð frammi fyrir henni grét og sagði við verðum saman, við skulum gera þetta saman og við hjálpum stað og ekkert var sent í fóstur eða þessi hópur stóð saman og þótti mjög sérstætt á þessum tíma. En Ásmundur segir einmitt í bókinni hvernig Guð undirbýr og hjálpar í neyð. Þarna 2 árum áður þá undirbjó Guð farfið þessara konu því að hann vissi hvað beið hennar. Og það einmitt þetta þegar brattan að sækja. Og í síðasta mánuði þá fjölluðum við kraftheilasanda, kirkja fulla krafti og meðbyr og það svo spennandi að taka á postulasöguna, það allt að gerast og þetta býður okkar allra að ganga í þessum krafti. En svo gerist það stundum að þegar brattan að sækja, þegar erfiðleikar steðja að og þegar hlutinir gangi ekki alltaf upp og þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum hlutum,
Hvað gerum við þá? Ég ætla að lesa hér í fyrri Samúelsbók og mér langar kannski að því ég áður ég klára þessa sögu hana ömmu mína, að því að mér langar að bæta því við að því að tengdasonurinn þeirra var í bátnum og konan hans, hún Hulda Bjarnadóttir sem var í söfnuðinum ég talaði við hana fyrir nokkrum árum og hún hafði mist 2 eiginmenn, hún hafði mist börn, hún hafði mist barnabarn og hún hafði gengið í gegnum alveg rosalega erfiða tíma og ég spyr hana fyrir nokkrum árum, hún lést í fyrra Hulda, varst aldrei reið við Guð? Nei, hann var mitt hellubjarg, hann var mitt örugga skjól og þvílíkur vitnisburður að drottin var til staðar þrátt fyrir allt. Mér langaði að bæta því við að því ég spurði hana að þessu fyrir nokkrum árum. En lesum við fyrir Samúelsbók og tökum þetta er dálítið langt til að vera að hlusta. Það var alltaf að vera svona leskleru vara hérna. Fæðing Samúels. Í Rathheim í Efraimfjöllum bjó maður að Súfæt. Hann hét Elkana og var sonur Jeroams Elíassonar. Hann átti 2 eiginkonur, hét önnur Hanna en hinn Penína. Penín átti börn en Hanna ekki. Elkana fór á hverju ári frá borginni þar sem hann bjó upp til Síló til að biðjast fyrir til að færa drottni hersveitana sláturfórn. Þar voru báðir synir Elí, Hofni og Pinias, prestar drottins. Takk fyrir. Fyrir Samúelsbók, 1. kafli. Þetta allt annað. Jafnan þegar Elkana færði sláturfórn, gaf hann Peninu konu sinni, sonum hennar og dætrum sinn hlut hverju af kjötinu. Hönnu gaf hann 2-faldan hlut því hann elskaði hana þó að drottin hafði lokað móðurlífi hennar. Hinn konan olli Hönnu sárri gremju og skapriði henni af því að drottin hafði lokið móðurlífi hennar. Og þessu fór fram ár eftir ár. Í hver skipti sem Hanna fór upp til hús drottins skapraunaði Penina henni svo að hún fór að gráta og vildi ekki borða. Elkana maður hennar sagði þá við hana: Hanna, hvers vegna grætur þú og borðar ekki? Hvers vegna ertu svona döpur? Er ég þér ekki meira virði en 10 synir? Típist fyrir kallana að halda þeir geti komið hann í staðinn. Og ég lesa meira. Nei, ég láti þetta duga. En þetta er sorgarsaga Hönnu. Þvílið það sem hún var búin að ganga í gegnum. Í mörg ár þá grét hún og þráði eignast barn meðan að hinn konan eignaðist börn og allt ekki lindi. Og ég sem hugsa hvað hún potaði í Hönnu öll árin. Kannski var einhver bitur eða óánægja í hennar lífi en hún fann hann að veika blett á Hönnu og potaði í hann. Hún ýtti svona takka, eitthvað sem gat valdið henni mikilli vanlíðan. Og kannski erum við þannig stundum að við finnum veika blett á einhverjum og við byrjum svona að ýta á einhverju að takka bara til þess að valda einhverjum usla. En kannski ef þið líka lent í því að það er einhver svona sem potar í ykkur og veldur því að þið verðið döpur og ykkur líður illa. Og við höfum oft ekki stjórn á þessum aðstæðum. En Hanna brást þannig við að hún leitaði drottins. Og það er sagt að hún hafi farið í musterið og hún grét og hún hrópaði á Guð. Og hún var í það mikilli örvæntingu að Elí sem var þar, hann hélt hún væri bara full. Akkur lætur ekki renna að þér, hvað er að þér, taktu þið taki. En þarna grét hún musturinn og bað drottin að gefa sér barn. Og drottin heyrði bæn hennar. En hún gaf Guði heit, hún sagði, ef þú gefur barn, þá mun ég færa það drottni, ég mun gefa það drottni. Og hún fæddi hann Samúel. Og það er þannig í lífinu að stundum að þá einmitt á brattan að sækja og við göngum í gegnum erfiðleika og við höfum ekki alltaf stjórn á aðstæðum en við höfum stjórn á því hvernig við bregðumst við. Hvað gerum við í aðstæðum sem eins og þessar eins og hún Hanna? Hvað gerum við í erfiðum aðstæðum? Hanna fór þá leið að hún leitaði drottins. Biblían hún hvetur okkur til þess að biðja og þakka, vera glöð, að því það er vilji Guðs með okkur.
Það vilji hans að við biðjum og við þökkum að verum glöð. Og baráttun okkar, hún getur oft reynst styrkur okkar. Biblían talar líka það að það samverkar allt til góð sem hann elska. Og höfum við ekki oft þegar við lítum tilbaka, við höfum gert okkur grein fyrir því að baráttun okkar, hindranir okkar og það sem við gengið í gegnum, að það hefur reynst styrkur okkar. Og þegar við erum í Jesú, að þá getur karakter okkar, persónan okkar, hún getur verið í rauninni sterkar en aðstæðar okkar. Og það það sem að gerðist í lífi Hönnu. Og það það sem við getum lært af lífi Hönnu, að kringumstæðurnar, að þær urðu henni sterkari, vegna þess að það gerðist góðu hlutir í lífinar. Og þarna við þessar aðstæðar get ég eignast spödd, þetta var á þessum tímum sem þetta þótti mikil skömm. En svo færir hún Samúel sem hún fætti, hún færir hann í musterið. Og það tala að hann hafi verið hans 3 ára gamall þegar hún fer með Samúel í musterið og það hefur ábyggilega ekki verið auðvelt. En það tala að þegar hún afhenti hann í musterið þá báðu þau saman. Og hún flytur Guði lofsöng og hún hitti svo drengir reglulega að tala í Biblíunni að hún fór með föt til hans. Og svo yndislegt að heyra þessa sögu og svo eignaðist hún fleiri börn, hún eignaðist 3 syni og 2 dætur. En hélt var lífið svo slétt og fellt, ég ekkert svo viss það. Samúel var í musturinu og synir, Elía þeir voru þrjótar, óreglumenn og syndguðu og það gekk ýmislegt á í musturinu. Og hvað getum við lært af því? Hvað getum við lært af því að Samúel var þarna ungur og það talaði í Biblíunni, hann var algjörlega heilsugar. Það hefði kannski verið hægt að líta á menn og sé hvernig menninni brugðust, en hjarta Samúels var óskipt og hann var heilsuga við Drottinn. Og það eitthvað sem við getum líka lært, að þó að menninni brugðust og við sjáum kannski margt sem ekki rétt, hvernig svo hjarta okkar? Höldum við áfram að vera með hreint og heilt hjarta gagnvart Guði, þó svo að menninni bregðast. Og Samúel hann þjónaði ungur og það er sagt að hann hafi vaxið og dafnað og hann var bæði þekktur af Guð og mönnum, þrátt fyrir kannski erfiðar kringumstæður. Því það var í musturinu þar sem hann ólst upp var ýmislegt í gangi. Og það reynir oft á kannski í þeim kringumstæðum, en við berum alltaf bara ábyrgð á sjálfum okkur. Og ég að taka svona 3 trúarhetjur í Biblíunni og mér finnst Hanna, Samúel og Davíð, þetta voru einstaklingar sem höfðu heilt hjarta gagnvart Drottni þó svo ýmislegt hafi gengið á. Að því þegar við tilheyrum Drottni þá siglum við oft á móti straumnum, en hugur okkar þarf alltaf að vera fastur á Jesú. Og ég fór að hugsa þetta í þetta musteri þar sem að ýmislegt gekk á, að geta haldið sér heilsugar þegar að ýmislegt gengur á. Og þá reynir dálítið á okkur að vera heilsuga við Guð og það getur jafnvel verið, við vitum það í hvort sem við erum á vinnustaði eða í fjölskyldum okkar eða hvar sem við erum, að það getur stundum verið erfitt að vera manneskja sem vil halda hreinu og heilu hjarta. Og það getur líka verið jafnvel erfitt í okkar eigin kirkju að vera heilsugur og með hreint hjarta. Það getur jafnvel verið þannig að það ekki voðalega gaman að bjóða þeirri mannesku eitthvað. Að því það svona, við viljum kannski vera aðeins hérna, en þessi dálítið svona. Þannig að stundum fólk jafnvel vinafátt. Hugsið ykkur það, að það getur verið erfitt, hvort sem það í heiminum eða jafnvel innan okkar kirkju. Í Galatabréfinu 1. kafla stendur, ef ég væri að þóknast mönnum, að þá væri ég ekki þjóð Krists. Þetta svakalega orð. Þannig við þurfum alltaf að skoða hjarta okkar og hafa hjarta okkar heilt gagnvart honum. Og það það sem við getum lært þegar við að brattan að sækja. Höldum við í að hafa hjarta okkar heilt og óskipt gagnvart honum. Og svo það hann Davíð. Hann átti mjög sérstakt samband við Guð. Og það svo oft vitnað í Davíð þegar við að tala þegar maðurinn fellur og það eru erfiðleikar og það barátta. Hann svona var mjög sérstakur. En það sem var mjög sérstakt í Davíð, hann sagður vera maður eftir hjarta Guðs. Og það var margir velt þessu fyrir sér og virkilega rannsaka hans líf og lífslaup og hvernig hann var, að því að það kemur þetta, hann var sagður maður eftir hjarta Guðs. Að því hann átti það lagsta í mannlegu eðli. Við þekkjum sögu hans, hann hélt við konu, hann átti sem var
í rauninni hermaður á hans vegum, hann drap mannin hennar, en svo átti hann líka eitthvað stórkostlegt samband við Guð og starfaði og vann mikla sigra fyrir hann, sem vilja ná mikið utanum að því að hann var svo magnaður karakter. Hans upphaf var líka þannig að þegar að Samúel var að kalla fram konunga, þá var pappans Davíðs, hann leiddi alla synina fram og voru orðnir 7 og Samúel átti ekki einni viðbót. Og þá aldrei, Davíð hann hirðir og hann var kallaði fram. Þannig að það var hans upphaf. Hann var svona sístur af sínu bræðrum. En Drottinn elskaði hjartalag hans. Hann elskaði hvernig hann hugsaði. Og ég trúi því að Davíð hafi gert sig grein fyrir því að hann var elskar á Drottni. Hann stendur í Sálmónum 18. Ég veit að hann hefur mætur á mér. Hann veit að Drottinn elskar hann. Og ég held að það hefði skipt svo miklu máli í sambandi hans við Guð. Hann vissi hver Guð var. Hann vissi að Guð elskaði hann. Og hann bar þetta mikla traust til hans. Og þegar við lesum Sálmana þá vitum við hvernig sambandi var innihaldsríkt og stórkostlegt. Og þegar hann háði baráttur að þá leita hann til Guðs. Og það eitt sálmur til dæmis sem að hann er mjög merkilegur. Að því við erum að tala að hafa heilt hjarta gagnvart Drottni. Og stundum það erfitt og stundum það eins og maður hugsi til hvers. En hugsi ykkur, hann segir hér í Sálmum 73. Vissulega Guð góður við Ísrael, við þá sem eru hjartarheinir. En við lá að mér skrikaði fótur, litlu munaði að ég hrasaði þar sem ég öfundaði oflútungana, sem ég sá velgengni hinna guðlausu. Þeir líða enga kvalir, eru líkamlega hraustir og vel á sig komnir. Þeir hafa ekki áhyggjur eins og annað fólk, verða ekki fyrir áföllum eins og aðri menn. Hrokin því hálsmenn þeirra, þeir eru sveipar ofrik eins og skikkju. Frá mörhjarta kemur misgjörðir þeirra, hugur þeirra er þrungin illum áformum, þeir spotta og lasta, af yfirlæti hóta þeir kúun, þeir gapa upp í himinin og tungan veður yfir jörðina. Því snýr fólk sér til þeirra og drekkur í sig orð þeirra. Og þeir segja, hvað ætti Guð að taka eftir þessu? Veit hinn hæsti nokkuð. Sjá, þannig eru þau guðlausu, æti áhyggjulausir og safna auðafum. Og þannig leið Davíð á einhverjum tímapunkt í lífi sínu. En svo segir hann hér, það er ekki fyrir en ég kom í forgarða Drottins að ég skildi hlutskipti þeirra, hvað myndi verða. Að því að lífi hér á þessari jörð er stutt, við erum aðeins gestir útlendingar á þessari jörð. Hann vissi að einn dag myndum við öll standa frammi fyrir Drottni okkar. Þá myndum við ekki segja, þessi gerði eða þessi var svona eða hinsegin. Ég stend mitt líf frammi fyrir Guði. Og hann bað Drottinn, skapa í mig nýtt hjarta, hreint hjarta, geði mig stöðu og anda. Og þannig var svona barátta Davíðs oft. Hann brást, en hann vildi alltaf snúa sig til Drottins. Og mér finnst þessir 3 einstaklingar, Hanna, Samúel og Davíð, mér finnst svo margt sem við getum lært af þessum trúarhetjum okkar sem að eiga það sameiginlegt að þó að sé á brattana sækja og þó að lífið sé ekki auðvelt, að þá hefur þetta fólk leitað til Drottins og haldið hjarta sínu hreinu, óskiptu, þrátt fyrir áföll eða kringustæðir sem að virðast vera dálítið svona hnignandi og erfiðar. Og við kannski stöndum fram fyrir því í dag að þjóðfélagið og siðferðið og allt þetta er svona, það er svo mikið hnignun og það er svo erfitt að standast heill. Og stundum verður maður svona eins og absúrt, maður verður dálítið skrítinn. En mætti Drottinn gefa okkur ná til þess að hafa hjarta okkar heilt og óskipt gagnvart Drottni. Og ég held að það sé lykillinn að því að þegar er á brattan að sækja, þegar að lífið er ekki alltaf erfitt, að við virkilega leitum Drottni, snúum okkur til hans. Eins og Hanna, öll þessi ár, að maður fengið þetta stanslausa pot frá hinni konunni að snúa sér til Drottins, hrópa á hjálp. Og það er oft stærsta verkefni okkar, það er að koma til hans og biðja hann að leiðbeina okkur og hjálpa okkur. Í Jesú nafni. Amen. Meðan fólk er að koma sér fyrir, og það langar mig bara að minna á því ég var nefnilega að hitti konur í vikunni og vorum að tala um kaffi hérna niðri. Þetta er yndislega samfélag sem við eigum hérna niðri og
allir eru hjartalega velkomnir að taka þátt í þessu samfélagi, það að þetta Pálinubóð. Og nú sumar og við viljum halda kaffin áfram, að þá vil ég hvetja okkur öll til þess að muna að koma með eitthvað á borðið. Þannig að sameiginlega þá neytum við þessa dýrindis máltíðar og ef þið eru með eitthvað í ískapnu hjá okkur eða vil ykkur langar að baka á laugardagskvöldi, þá að gera að koma með á borðið. Amen. Og það á mjög vel við að syngja þetta lag sem við öllum að syngja hér í lokin. Það heitir Þú einn mér uppi heldur, þú úfinn stillir sjó, í eldraun ertu nærri og eflir hugarró. Og svo syngjum við Ég treysti þér. Og eins og við gerum alltaf í lok stundana, þá boðið upp á fyrirbæn hérna í hliðarsalnum. Þannig að við skulum rísa á fætur og enda þessa stund með lofgjörð til Drottins saman og þeir sem að þráið fyrirbæn og þurfið styrk og einhvern til þess að standa með ykkur í bæn. Ég hveti ykkur til þess að koma hérna og inn í hliðarsalinn og það er gott fólk sem er tilbúið til þess að biðja með ykkur og styðja og styrkja. Þú einn mér uppi heldur, þú úfinn stillir sjó, í eldraun ertu nærri og eflir hugarró. Ég treysti
Þú ert lausnin, þú ert sá sem við getum treyst á. Og Drottinn hjálpa okkur að leita þín. Eins og Signý var að tala hérna áðan, Drottinn, að þegar við mætum mótbyrð, þegar við finnum að við höfum vindinn í fangið, að þá getum við valið að fara í skjólið þitt og biðja þig styrk og biðja þig visku. Og það viljum við gera, Drottinn minn, að þinn kraftur megi vera þessi endurnærandi styrkur fyrir hvern einasta dag, fyrir alla hluti sem við mætum. Og við bjóðum þig velkomin, Drottinn, inn í allar okkar kringumstæður, inn í allt það sem við erum að takast á við í dag og inn í þá framtíð, Drottinn, sem er okkur hulin en þú þekkir. Drottinn, vilt þú gefa okkur visku, vera með, leið okkur áfram, Drottinn, skref fyrir skref, dag fyrir dag. En spyðjum við, Drottinn, í Jesú nafni. Amen. Amen. Og við ætlum að syngja blessunarorðin fyrir ykkur, yfir ykkur og senda ykkur þannig út í þennan dag. Fyrst í samfélagin sem við eigum hérna niðri, en inn í þennan nýja og góða dag sem að Guð hefur gefið okkur. Amen. Takk fyrir samveruna í dag og Drottinn bless ykkur. Já, og Fanny ætlar að segja. Ég á húsgögn sem er ofaukið hérna í húsinu. Þetta eru svona skrifstofuhúsgögn niður á gangin, unglingagangin sem er inn af kaffisalnum, eða eftir ykkur á því. Og við verðmerktum þetta og þetta kostar nánast ekki neitt en við þurfum að losna við þetta, þannig að að gera. Ef ykkur vantar einhvers konar hyslur, lítið á gangin niður og hvort þetta eitthvað sem hentar ykkur, annars verður þetta bara látið fara í vikunni. Alveg sérlega blessaðar hyslur. Það eru búin að vera hérna mörg ár í kirkjunni. Það komið að lokum útsendingarinnar frá Fíladelfíu í dag og boðskapur dagsins í dag mynd okkur á það fer enginn í gegnum þetta líf án þess að þurfa einhver tíma að takast á við erfiðleika. Og þegar við lítum tilbaka og lesum sögur forfeður okkar, þá skiljum við stundum ekki hvernig í veröldinni fólk fór að því að lifa af. En það segir í Sálmi 18 að Drottinn sé skjöldur þeirra sem leita hælis hjá honum og það vill hann vera í þínu lífi. Þegar það blæs þig, þegar það er á brattan að sækja, þegar lífið er öðruvísi en þú vilt hafa það, þá er Guð með þér. Leyfðu honum að hjálpa þér, leyfðu honum að vera í liði með þér. Þér mun ekki alltaf líða illa, en það koma örugglega stundir þar sem þú upplifir að þú sért beygður eða beygð og þér finnst lífið erfitt, en sannaðu til, Guð er hjá þér, hann þekkir kringumstæður þínar og hann vill hjálpa þér. Og mér langar til þess núna í lok samkomunar að biðja fyrir þér. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert skjöldur okkar, þú ert skjól okkar. Hvað svo sem gerist í líf okkar, þá ert það þú sem getur gefið okkur sálarfrið. Það þú sem gefur okkur kjarkin og kraftin til þess að halda áfram lífsgöngunni. Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn, að það er líka þú sem stillir stormin og gefur okkur sól á ný eftir rigningarnar og eftir rokið og eftir allt sem á okkur getur dunið. Og nú bið ég, Drottinn, fyrir þeim sem eru að horfa eða hlusta á þessa útsendingu og eru á þessum stað. Þeim líður ekki vel, þau hafa þungar byrðar að bera. Jesús, viltu sjálfur taka við byrðunum af þeim? Vilt þú sjálfur létta af þeim öllum þingslunum og öllum áhyggjónum og gefa þeim þinn frið, friðinn sem er æðri öllum skilningi. Og ég bið þig, Drottinn, að blessa einn og sérhvern og gefa að viljinn þinn nái framgangi í lífi okkar allra. Í Jesú nafni. Amen. Næsta sunnudag klukkan 11 þá höldum við áfram að senda út frá Fíladelfíu. Ég hveti til þess að fylgjast með útsendingunum, horfa á samkomunnar aftur inn á filadelfia.is en umfram allt lestu orð Guðs, byttu bænirnar þínar og gaktu með honum á hverjum degi. Guð blessi þig í dag og alla daga, við kveðjum frá Fíladelfíu. Amen. Takk fyrir í dag og Guð veri með þér.